Í dag munum við heyra frá íbúum sem hafa dvali í hjólhýsa- og húsbílabyggðinni í Laugardalnum síðustu ár og þar hefur leigusamningum verið framlengt hvað eftir annað án þess að langtíma staðsetning hafi verið fundin fyrir þau sem að kjósa slíka búsetu. Og við munum heyra frá íbúum sem hafa dvalið þarna í þessari hjólhýsa- og húsbílabyggð í sínum húsum á hjóli og smá húsum og svona heyra þeirra reynslu af því hvernig hefur gengið að finna stað fyrir þau. En nýverið þá fengu íbúar að frétta með skömmum fyrirvara að þau ættu að færa sig set og eru núna komin á Sævarhöfðann sem að hentar alls ekki til búsetu eins og við munum sjá á myndum hér og eftir. Þarna mjög grátt svæði að ræða sem að stendur þarna þau eru á plani sem að stendur við svona gömul sementssíló, þessa 2 turna þarna sem hafa verið lengi á staðnum og íbúar greina frá miklu sementsriki, það sé skítugt þarna, það sé drasl sem að liggja þarna á svæðinu og eigi eftir að fjarlæga og þá eru þau líka á plani sem að stendur við hús sem hefur nú sé betri lífdaga og það eru brotnar rúður og þegar að rúður hafa verið að brotna þá rignir glerinu yfir á plani þar sem þau dvelja. Þannig að þetta hentar alls ekki til búsetu og við munum heyra frá íbúanum þeirra reynslu af þessu öllu saman. En íbúar hafa mjög mikið verið að þrýsta á borgaryfirvöld og kalla eftir að verði fundin langtíma staðsetning og það verði bara skilgreint og við sósíalistar tökum náttúrulega heilsundur undir það í borginni og það greiðlega mikilvægt að það sé náttúrulega skilgreint eitthvað svæði til langtíma þar sem hægt að búa þá í sínu húsnæði sem á hjólum þannig að líka all réttindi sem að fylgi lögheimilskráningu að þau fylgi því að núna það þannig að þú getur ekki skráð lögheimilið þitt ef þú býrð svona og þá náttúrulega getur ekki fengið póst og önnur réttindi sem að fylgja. Þannig við munum heyra í íbúum svona hvernig staðan lítur út og hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér og íbúar hafa nýverið stofnað samtök hjólabúa sem hægt að finna á Facebook undir því nafni en hér munum við heyra betur í íbúanum. Verið velkomin í þáttinn Sanna Reykjavík þar sem að við ræðum við fólki í borginni sem að hefur reynsla því hvað þurfa að laga og hvernig eigi að gera það. Og í dag ætlum við að ræða við félaga sem í samtökum hjólabúa. Þetta íbúar sem að hafa búið í Laugardalnum í húsbílum og hjólhýsum og við ætlum að fá að kynnast svona í rauninni hver staðan á þeirri byggð og svona hvert framhaldið Takk fyrir að koma til mín Geirdís og Pascal. Já, takk. Takk. Þetta rétt húsbílar, hjólhýsi, ef ég byrja kannski á þér Geirdís, hvernig býrð þú? Ég bý í hjólhýsi og meiri hlutin býr í hjólhýsum en það eru húsbílar, það smáhýsi 1 og það breyttur svona kassabíl, vöruflutningabíl og þetta eru heimilin okkar. Og eins og ég segi að þetta bara lífsmáti sem að við höfum valið okkur. Vegna þess að eins og í mínu tilfelli, ég öryrki, ég með mjög lága framfærslu og ég hef ekki efnaði að vera á leigumarkaði. Ég á gæludýr sem að einmitt takmarkar mína möguleika á leigumarkaði enn frekar. Þannig að ég tók þessa ákvörðun á sín tíma og ég einmitt búin að vera að horfa á þessa tiny house menningu sem að hefur verið stigvaxandi síðustu 15-20 árin. Og finnst hún einmitt rosalega spennandi og hún heillar mig mjög mikið. Þessi svona mínimalíski lífstíll. Og Pascal, þú ert þarna í byggðinni líka. Já. Og hefur búið lengi þar eða? Ég hef verið í 3 ár. Já. Og einmitt að verða 3 ár núna í september og ég bý í svona tiny húsi sem ég smíðaði mér einmitt í COVID-inu. Og það bara eins og lítill sumarbústaður úr timbri á hjólum. Þannig að þetta bara lítið hús. Frábært. Og þið hafi verið í Laugardalnum og við höfum dálítið fylgst með því að þið hafi verið að kalla eftir því að það verið skilgreint eitthvað svona langtíma í rauninni staðsetning fyrir þessa búsetu en
það hefur ekki gengið allt og vel. Þið hafið svona verið að endurnýja leigusamninga en aldrei fengið skýr svör frá borginni að þið megi bara fá að vera á einum stað til frambúðar. Og nú nýverið þá voru þið sem sagt flutt frá Laugardalnum á nýja staðsetningu, Sævarhöfðanum. Og það ekki drauma staðsetningin. Langur vegu frá því, sko. Já. Þetta í raun og veru bara bílaplan og þetta við turna sem að voru sem sagt svona sementsframleiðsla í, þannig að það allt í gömlu sementsriki og það að leiðandi bara, skítugt og brotna rúður, mikið að gleri á jörðinni, mikið að rusli og við erum búin að reyna að taka til þarna hjá okkur, þannig að þetta sé svona þolanlegra, en sementsriki fyrir innum allt. Það ekki hægt að opna glugga, það alltaf trekkur og kemur reiki þó inn ef það ekki rigning og ef það rigning þá þú veist, dregur það inn með þér á skónum svo þarna það og svo dreifist það. Þetta mjög, mjög leiðilegu staður að vera á, sko. Já, því að þetta var eiginlega bara ákveðið með mjög skömmum fyrirvara, þrátt fyrir að borgaryfirvöld vissu það að við værum að missa leigusamningin, hann væri að renna út og við erum búin að vera að reyna að eiga samtalið, við erum búin að vera að reyna að fá þau til þess að vinna með okkur og það hefur bara því miður alls ekki gengið. Það bara því miður að þá eru bara rosalega miklu fordómar gagnvart svona búsetuformi ennþá á Íslandi og ég held að fólk hafi bara skilur þessa sýn á þetta búsetuform eins og alltalað erlendis þar sem þetta eru bara skilur einhver óaldalíður og drykkjufólk og ógæfufólk sem að býr á þennan hátt en það bara langur vegu frá því. Og búið að breytast mikið viðhorfi erlendis vegna þessi Bandaríkjunum byrjaði þessi bylgja 2012 að flytja í svona hús og búið í svona hús og búið að setja upp á mörgustöðum mjög fallega aðstöðu þar sem að allir raða sér upp og hafa pláss og svo eru þeir með blóm og þeir eru með blómaker og rækta sér með sér lítið garð og veist, af hverju þetta ekki hér? Íslendingar vilja alltaf vera fremst í öllu og vera með, vera með þeim sem eru opnir og sína nýjum hugmyndum mikinn áhuga en þessi verðist einhvern veginn fara fyrir neðan allt hjá öllum af því að það vilja allir keppa stóra húsi, hvítugeringuna, garðin, fína flotta bílinn og nýju merki og helst á nýjustu árgerð og keppa í að kaupa sér fín föt og eiga svo valla til nýskeiðar í lok mánaðamót. Er þetta svona ykkar leið til að dálítið svona hafna þessu að við eigum bara að kaupa okkur 50 milljóna króna hús með bílskúr og verið því. Maður spyrja svona hvernig í rauninni þið komist að því að þetta væri eitthvað sem svona hendaði ykkur. Þú veist hvernig var þetta 100% val, var þetta einhverju leiti bara út af stöðunni á húsnæðismarkaði eða margt sem spilaði inn í eða hvernig? Fyrir mig var það að hrunið 2008 setti mér svolítið illa út á borðinu svo sem marga í landinu og svo þegar ég búin að ná mér upp úr því og komast aftur bara út úr skuldum eftir það hrun að þá hvað ég vildi ekki taka þátt í þessu lengur og vera að borga íbúð fyrir einhvern sem að bjó heima með mamma og pappa eða flutti inn með kærasta eða kærastu og leiði svo íbúðina sína. Ég vildi ekki vera að borga þessi íbúð fyrir einhvern annan og ekki geta keypt mér neitt á meðan því að leigumarkaðurinn bara svo dýr. Þannig að ég ákvað að taka sénsinn og kaupa mér vagn og smíða á hann og á þessum 3 árum ég orðin skuldlaus og búin að safna upp í annað og meiri sér búin að ná að kaupa með land sem að stefnan svo að byggja upp á og búa þar. Þannig að ég verði ekkert mjög lengi í hópnum og það eru sumir sem að stefna á eitthvað slíkt og að ná að safna sér og út af því að við búum í þessu formi. Þannig að fyrir suma þetta eitthvað sem ég kjósa að gera til frambúðar og við erum bara að fara að innrétta landið til að fara með húsið þangað. Og fyrir aðra þá þurfa að vera í borginni og eru með vinnu hér og slíkt og eiga kannski erfiðara með það að fara í burtu. En það líka, ég meina Selfoss, Hveragerði, Hella, þessi staðir allir konum með langtíma leigupláss og allir bjóðaðir upp á þetta. Meðan borgin miklu stærri og öflugri ætti að geta gert það sama fyrir sína
fyrir sitt fólk. Við erum öll skattgreiðendur, þannig við ættum að setja öll við sama borð og vera undir sama hatt komin, sko. Nákvæmlega. Í mínu tilfelli þá var það þannig að ég búin að vera meira minna leigumarkaði alla mína tíð og þegar ég fór að hugsa tilbaka vegna þess að ég byrja að leigja fyrir að verða 31 ári síðan og ef að undan eru skilin segjum kannski 6 ár að þá hef ég verið að borga húsnæði fyrir einhverja aðra. Annarkvort fyrir bæjarfélag eða einkaaðila og mér finnst þetta blóðugt. En á sama tíma að þá ég búin að fara 3 sinnum í gegn greiðslumat, bæði ein og í sambandi og fekk alltaf bara computer says no vegna þess að ég var ekki nóg tekjuhá og gat ekki staðið undir greiðslum vegna þess að þeirra framfærslu viðmið að þau voru á þann hátt að ég átti ekki að geta séð fyrir mér eftir ég var búin að borga lánunum en var samt sem áður að borga töluvert hærri fjárhæðir í húsalegu heldur en ég hefði verið að borga af lánunum mínum. Þannig að ég skil ekki hvernig þetta getur verið svona öfugsnúið. Þannig að þegar að ég einmitt sá mér leik á hendi að ég gæti byrjað að einmitt búa svona en þess að ég var bara mjög heppin, ég eignaðist húsbílabreyttan bíl og byrjaði í honum og og náði svo einmitt að taka lán sem að ég gæti keypt mér þetta hjólísi mitt fyrir en ég get allavega að kalla þetta mitt þetta er heimili mitt þarna get ég mér svolítið frjálst höfuðstrókið ég þarf ekki að taka ákvörðun það ef að ég missi staðsetninguna mína hvort að ég þurfa að láta dýra mitt frá mér sem að ég að sjá einmitt á samfélagsmiðlum að fólk að þurfa að finna ný heimili fyrir gæludýrin sín vegna þess að það má ekki taka dýrin sín með sér á nýtt heimili. Mér finnst þetta sorglegt, mér finnst þetta blóðugt og ómanneskjulegt. 200-250.000 fyrir íbúð. Já, oft meira. Ég hef alveg heyrt skilur að tala leigu upp í 350-400.000 og mér finnst þetta bara fáránlegt. Ég meina, ég er með innan 300 krónur í ráðstöfunartekjur, sko. Þannig að já. Og ég sko, þó að ég hafi ekki mikið á milli handana, þá get ég get gert meira heldur en ef ég væri föst inn á leigumarkaði. Og þið hafa verið annað í Laugardalnum og svona gott samfélag sem að hefur myndast þar. Ég hef komið nokkur sinnum í heimsókn og bara alltaf hlýlega tekið á móti manni. Þið hafa verið annað í Laugardalnum og borgin hefur þá verið þarna einhvern veginn að segja að þessi staðsetning að hún myndi hendi einhver tíma en svo hefur komið fram að þið þurfa að færa ykkur og og þá var einhver svona leit hafin að einhverju langtíma staði en borgin hefur aldrei gefið það út án hugsa þetta til langtíma. Finnst ykkur að borgaryfirvöld hugsi kannski að þarna sé fólk bara í einhverju millibilsástandi ætli sé bara búa stutt svona? Þeir virðast ekki vilja að gefa fordæmið og hafa sagt það. Þeir vilja ekki gefa fordæmið að fólk geti búið svona. Já. Þannig að þeir vilja ekki einu sinni hleypa inn í hópin fleirum. Af því að það eru 2 farnir úr hópnum núna og með bara góðar ástæður fyrir sig, bæði 2, en það hafa ekki aðrir fengið að koma inn í staðinn. Til dæmis eitt par sem er á vísanir og bryggju núna daginn. Sem sagt, fá ekki að koma inn í hópin. Þó við vildum glöðtaka mótið þeim upp og að draga saman þá sem að búa svona. Og þau búa allan bæ. Já, mér hefur skilist það að það hafi borist fyrirspurnir bæði til yfirmanns húsdýragarðsins og sem sagt ITR sem að sá okkar mál hvernig hægt sé að komast að í svona úrræði. Þannig að yfirmann húsdýragarðsins hann var dálítið tengilegur í haldiðutanum svæði þarna þeir voru á Laugardalnum. Þeir voru saman í því yfirmann húsdýragarðsins og svo fyrrum sviðsstjóri ITR og þeir hafa verið okkur rosalega mikið til hals og trauss og hafa verið okkar svolítið milligöngumenn en við erum eiginlega bara orðin þreytt á því við viljum fara að eiga samtali beint af því að
við viljum að það sé tala við okkur. Því að þetta eru okkar líf og okkar heimili sem að máli snýst og það eru við sem að búum á þennan hátt og það eru við sem að vitum nákvæmlega hvað það er sem að við viljum, hvernig við þurfum að hafa þetta til þess að geti gengið vel. Og þeir samt hafa þá með okkur í ráðum því þeir hafa tengingarnar inn sem við þurfum að halda. Nákvæmlega. Og við erum svo óendanlega þakklátt fyrir það sem þeir eru búin að gera og hvað þeir standa þétt við baki á okkur. En þess að án þeirra að þá einmitt væru við örugglega bara, já, í mjög ennþá verri málum heldur en raun ber vitni. Vegna þess að þeir hafa þó reynt að berjast fyrir okkur. En þegar að endalaust talað fyrir daufum eyrum, þeirra sem að ráða og þeirra sem að stjórna, að þá að sjálfsögðu gengur ekki neitt. Finnst ykkur eins og þau sem að ráði bara hafi ekki sett sig nægilega vel inn í aðstæður ykkar eða sé bara sama eða af hverju haldið að þessi svona mótstaða sé við að skilgreina svona framtíðar búsetu? Ég held að sé svolítið sko blanda af mörgum hlutum og það eru það er fordómar, það er þekkingarleysi og einmitt líka skilur við erum bara venjulegt fólk. Bara jú, það eru öryrkjar í hópnum, það er ellilífeyrisþegi í hópnum, en meiri hlutin af okkur er vinnandi fólk. Og þó að ég sem öryrki sé ekki út á vinnumarkaði, þá er ég að sinna fullt af félagsstarfi. Ég er að vinna fyrir samfélagi þó ég sé ekki launaðri vinnu. Þannig að það er ekki eins og við sitjum bara heima og plottum það hvernig við getum gert líf okkar eins ömurlegt og hugsast getur sko. Það er bara ekki þannig. Við viljum gera líf okkar betra. Og við vitum af því að það er fullt af fólki þarna úti sem að vill þetta búsetuform vegna þess hvernig aðstæðurnar eru í samfélaginu. Húsnæðismarkaðurinn, hann er löngu sprunginn. Og engin vilji til þess að gera hvorki eitt eða neitt til þess að laga það og bæta. Af hverju má þetta ekki vera lausn? Og talaður með það Pascal að erlendis og þá væri svona komin meiri svona, hvað segir maður, þekking og skilningur. Já, vel vilji fyrir svona búsetuform. Búið að setja upp þar sem að land hefur verið sett upp svipað á tjaldsvæði með sameiginlegri byggingu, með salernum, með sturtum og eldunaraðstöðu og allir nota þetta og þetta er sett svolítið upp eins og vegur og svo heimreið fyrir hvern og einn og þeir leggja þar og þeir búa þarna með sameiginlega aðstæðu og hjálpa stað. Þetta virðist virka erlendis og fyrst að Íslendingar vilja einmitt alltaf vera í framlínunni með þessu hluti að þá væri þetta er ekki verið að gera fordæmi fyrir neinu. Það er eiginlega meira að vera að halda aftur á sér og sína forbókahátt að vera ekki að taka undir þetta og hjálpa til með svona hluti. Nákvæmlega. En fordæmi þá haldi að borgaryfirvöld óttist ef þau fara að skilgreina svona svæði sem langtíma búseta þá bara vilja allir búa svona eða ég svona reyna átta með á fyrirstöðinu eða? Nei, en ég meina þarf ekki að gera ráð fyrir því að fólk er alls konar. Já, mitt. Að sjálfsög vil ekkert allir búa í skilur hjólhýsum eða húsbílum eða smáhýsum en það er alveg til hópur af fólki sem að kýst þetta og af hverju má það ekki vera val eins og allt annað. Vil ekkert allir búa í steypu og greiða niður lán þangað til að deyja, það er líka og einmitt að vera að vinna endalaust fyrir húsinu sinna, að maður sé vinnu fyrir húsið sitt en ekki aukt og svo maður vinna meira og meira til þess að ná inn tekjunum til þess að borga af því og getur ekkert gert í frístundum eða neitt af því að þú hvorki hefur tíman og svo ef þú hefur tíman þá hefur ekki peningana af því að þú ert að greiða niður eitthvað fyrir einhvern annan og átt þannig sé ekkert í húsinu þínu þú veist, manneskja sem er kannski 50-60 og er að kaupa sér hús núna eru þeir að fara að eignast þetta hús á laununum sem eru með og svo þegar kemur hvað lánið er langt. Nákvæmlega. Þannig að núna eru þið á Sævarhöfðanum og það er ekki langtíma staðsetning. Nei. Þið verðist vera mjög ánægðir með það að þetta sé ekki langtíma staðsetning. Já, samt sem aður er þetta 8-12 vikur sem talaður að við séum þarna. Já. En við erum nokkur sem að sjáum bara ekki fram á að bara andlega heilsan sé góð þarna
og bara venjulegt fólk að vilja, þú veist, það enginn sem að myndi flytja þangað. Borginni dytti aldrei í hug að setja upp leikskóla þarna eða elliheimili. Það myndi enginn vilja vera þarna. Ef það væri nú dregið inn, þú veist, bara heilbrigðis ástandið á svæðinu. Hvort að þetta fengi bara jákvæð ummerki þar og fengi bara merkingar við. Þetta fínt, þetta heilbrigð, þetta mjög góður staður að vera á. Ég held að það kemist aldrei í gegn. Þetta innan iðnaðarsvæði eða hvernig svona umhverfið þarna? Nei, það gamalt iðnaðarsvæði þarna, en þarna eru sem sagt byggingar sem að mér skilst að með tíð og tíma eigi að fjarlægja. En það starfsemi þarna. Það eru hljómsveitaæfingar á einum stað, það eru reiðhjólaviðgerðar á öðrum stað, það er eitthvað parkur, það er eitthvað hjólabretta eða hjólaskauta rými, það er manneskja með vinnuaðstöðu í gler og leir. Það er ýmislegt í gangi þarna og fólki á svæðinu hefur tekið vel á mót okkur og og eins og ég segi, boðið okkur hjartanlega velkomið. En samt sem áður, þessi staðsetning er engan veginn boðleg sem íbúðastaður. En þetta fólk fer allt heim á kvöldin. Þetta fólk fer allt heim á kvöldin. En okkur er boðið upp á að vera þarna 24/7. Við fórum þarna 16. júní. Daginn eftir, ég myndi okkur langaði að halda upp á 17. júní. Allir einhvern veginn að reyna að ná hlutunum saman bara og ganga frá, þú veist, eftir flutningana og reyna að átta sig á aðstæðum. En það var ekkert hæ-hó-jibbi hjá okkur á 17. júní, sko. Nákvæmlega. Er eitthvað svona sameiginlegt rými? Hvernig er þetta? Já, það er einstaklingur sem er með í raun og veru svæði á leigu og hann hefur gefið okkur aðgang að rými þar sem eru salerni. Það er ein sturta og það er salur. En það er ekki heitt vatn í húsinu vegna þess að hitatúpan semst eyðilæðist í frostinu í vetur. Þannig að það er ekki heitt hús. Nei, heitt vatn á húsinu. Og semst sturtur, vaska upp, slíkir hlutir. Við erum öll búin að setja, þú veist, vinakerfin okkar eru öll búin að setja sig í gang og það er allir að fara að vaska upp hjá vinnusinum og þvott á sama tíma og við getum ekki gert það þarna, sko. Þvottavélarnar eru komnar, það er ekki búið að fara með þær upp á efri hæðina. Og ekki búið að tengja þær. Þannig að, já. Þannig að þetta hendur alls ekki sem svona langtíma. Fyrir utan það, sko, aðstæðan er upp á annari hæð og eins og ég segi, við erum með einstaklinga á svæðinu sem eru ekkit heilir heilsu og það þurfum að brölta, skiluru, kannski oft á dag eða á hverjum degi upp á aðra hæð er bara engan veginn ákjásanlegu kostur. Afinn í hópnum og mjög erfitt með það. Hann á það. Hann er með sitt Parkinson og hann er ekki að fara að ganga þarna upp á hverjum degi. Hann er mjög erfitt með þessa staðsningu. Er þetta ekki síðan? Þetta er aldrei grátt svæði líka. Mjög. Er þetta ekki aldrei svona maður ímynda sér eitthvað svona trukka að keyra þarna framhjá með eitthvað? Já, þeir eru það vörubílar sem eru að koma þarna, verðist vera landfylling þarna hinum með við þessi stóru hús. Mikið reyk sem að kemur að það líka. Reykningin þannig séð kostur akkurat núna, heldur því niðri. En þetta er mikið ónaði af umferðinni þarna. Já, líka vegna þess að það er náttúrulega bara hinum með við götuna þar sem við erum. Það er sem sagt svona klettaveggur og það er rosalega endurkast á milli klettavegjarins og byggingarinnar sem að er bara beint á mót okkur, þannig að þetta verður í raun að vera bara svolítið svona bergmálshellir og þetta er bara alls ekki hollt heldur að vera með stöðugt hljóðáreiti allan sólarhringinn, sko. Og svo vindtrekkur sem að myndast einmitt út af þessari stóru byggingu og þessar klettavegjar. Nei, og eins og til dæmis bara að það er ennþá uppbygging þannig í Bryggjukverfinu. Þannig að það að séu þungaflutningar og annað í gangi að það er óhjákvæmilegt. Eins og ég segi, ég get ekki séð að það fólk sem hefur sett sig hvað mest upp á móti að finna fyrir okkur langtíma úrræði myndi vilja láta bjóða sér upp á að vera þarna. Ef að þið væri núna bara borgarstjórar og þið myndir ráða, hvað er það fyrsta sem þið myndi gera til að bæta stöðuna? Hvað myndi þið gera til að... Hjá okkur eða hjá öllum? Hjá ykkur, ef við byrjum á því.
finna staðsetningu sem að hendar Já. og byrja bara framkvæmdir á að standsetja hana á þann hátt sem að hendar til þessa búsetuforms. Og hvað þarf að vera á svona staðsetningu? Það þurfa að vera salirni og sturtur, aðstæða til þvottar og mjög gott að hafa sammeila aðstæða þess að fólk getur komið og eldað. Stærri hluti, það er enginn að fara að elda skötu og Þorláksmessu inn í hjólusinu hjá sér. Það yrði bara ólíft næsta mánuðin. Nákvæmlega. En þú veist, svona hlutir að geta komið saman og gert hluti. Ég Mér þætti gaman að sjá þá sem að í Reykjavík yfir höfuð þó séu litla götur sem þekkja nafnið á öllum sínum nágrunum og vita þeirra aðstæður. Og heilsast þeirra koma út úr húsi og mótana. Nestur eins ekki bara beint í bílinn og keyra í burtu. Nákvæmlega að labba út og banka upp á næsta hús og bara hæ, kaffi. Já, akkurat, mjög algengt. Mjög algengt. En það væri það að finna svona stað, það sem kæmust fyrir og ekki þá bara okkar 10 hús sem eru þarna eftir, heldur öll hinn. Lágmarki 25 stæði, að lágmarki. Já. Og við þurfum rafmagn, við þurfum sorphirðu. Það væri mjög sterkur leikur að hafa seyrulósun þar sem að fólk gæti losað ferðaklósettin sín. Hvað segir Seyrulósun. Já. Það eru 2 staðir Já. í allir Reykjavík þar sem að þú getur farið og losa ferðaklósett. Já, einmitt. Og þar sem við erum núna, þá er það bara dágóð keisla í báðar áttir, sko. Þannig þið keyrið með Allt til að tæma, já. úrganginn úr. Og það var nú einmitt daginn að þá var nú einn sem að fór með ruslið sitt til alla leiðin inn í Hafnarfjörð og fekk að henda því hjá syni sínum. Vegna þess að það er ekki komin ruslaðastaða á svæði þó að hafi verið talað um það. Já, það er svo margt sem að fattar Áttum að fá gám. Já, það er svo margt sem að fattar ekki að þarf fyrir utan heimili sitt, fyrir en kannski það tekið. Allt vantar allt. Já. Og ég myndi vilja hafa þetta þannig að sem sagt, við fengjum götuheiti og gætum númera stæðin, þannig að við gætum skráð heimilsfangið okkar þar. Þannig að ég er skráð óstaðsett í hús og allstaða þar sem að ég þar kem ég að lokum dyrum að því að ég á hvergi heima. Já, má ekki skrá lögheimili. Fáið þið póst? Nei. Hvers fyrir hann? Ég sendi mig til póstúr. Já, Svo er ég með heimilisfang hjá vinafólki. Það sem að ég þarf að fá senda, það kemur í svona postbox. En svona viðhorf og fordómar í samfélaginu, hafið þið tekið eftir því, nú voru það að stofna samtök hjólabúa og mér sýndist bara ganga vel með undirskriftasöfnið þar sem þið voru svona að kalla eftir því að það yrði leyst úr málunum og draga athygli að því. Einmitt. Hvernig svona hafa viðbröðin verið? Fólk hefur komið til okkar nýrtir og komið bara gangandi inn í hverfið, bæði þegar við vorum í Laugardalnum og núna, og þau hafa komið til að spyrja okkur spurninga og til þess að kynnast okkur og kynnast okkar aðstæðum. Þeir sem hafa kannski verið að kvarta á samfélagsmiðlum yfir, þú veist, að við séum ruslarar líður og slíkt, að þetta er fólk sem kemur ekki að tala við okkur og felur sig undir nafnaleynd á fjölmiðlum þeirra skrifar. En þeir sem hafa komið, að þeim bæði mörgum finnst þetta flott búsetuform og verið til og þeim eru líka að afla sér upplýsinga upp á að gera það sama, upp á að minnka við sig, og svo eru hinir sem að finnst þetta bara sjálfsagt og skil ekki af hverju borgin er ekki búin að setja upp svona stað. Nákvæmlega. Því að það eru nokkri bebbaði búin að vera síðan 2017 í Reykjavík og í Laugardalnum. Já, og þar áður var hún í 2 ár á Akureyri fyrir norðan. Já. Ég kom fyrir 3 árum. Já, kemur saman tíma ég veið ekki. Jú, kom bara fyrir sumarið. Og ég byrjaði í bílnum mínum. Og mér finnst þetta bara æðislegt. Ég myndi ekki vilja skipta. Það er einmitt eins og þau voru að tala með byrjun svona tiny house menning, að það sé orðið einmitt, það er orðið vinsælla að búa bara smátt og minimalist og svona hanna húsnæðis rétt vel. Finnst ykkur vera, manni finnst eins og maður takja oft eftir því umræði kringum ákveðna hluti sem eru taldir flottari ef að ríkt fólk gera það, en það er svona litið niður á það ef það er fólk að gera þetta sem á ekki fyllt af milljónum mína bankabók. Skiljið, þú veist, eins og ef við tölum til dæmis og ég taki dæmi, það er rosa hipp og cool að fasta, en það er ekki eins cool ef þú ert
að fasta því þú átt ekki pening fyrir mat af því að þú ert bara fátækur. Þannig finnst eitthvað svona eins og kannski það sé svona ráðandi að svona tiny house sé einhvern veginn eitthvað eitt hús út í sveit en ekki svona hjólhýsa eða húsbíla menning með það. Já, er þetta eitthvað tengt því? Er þetta eitthvað Erlendi sér það ekki, Nei. En hérna þá virðist það vera ennþá. Akkurat. Fólki finnst það. Á meðan við vorum í Laugardalnum, þá fannst fólki þetta frekar flott, sko. Já. Það var ein, skilur, rödd sem að hérna var eitthvað neikvæð, skilur. En þær voru svo óskaplega fáar og þær druknuðu bara í fjöldanum, skilur. En heilt yfir, ég meina, sko, fólki í kringum mig og í mínum vinahóp og annað, að þeim finnst þetta frábært. Sama hér. Strákunum mínum finnst þetta hérna rosa góð hugmynd og hafa einmitt talað það hvað mér líði greinilega betur. Þú verður ekki að festa sig í einhverju stóru láni og þurfa að vera að borga því bara. Og þurfa að vera bara að vinna fyrir því. Einmitt. Að eiga stað til að leggja höfuð á. En á sama tíma ertu ekki að eignast í því nema örfá prósentur á ári. Ég á húsið mitt. Það á mig ekki. Sem stórmunur. Og það á við alla þarna í hópnum. Það eiga allir húsið sín. Það enginn sem ennþá að borga af því. Þannig að við borgum leigu og svo höfum við efnaði að gera hluti eins og ég segi. Bara þessa eðlulegu hluti eins og allir aðrir, sko. Og eiginlega meira en margir aðrir. Af því að við kjósum þetta bústuform. Við erum ekki þarna því að við vorum hrakin út í hotn og gátum ekki búið á neitt máta. Mörg okkar kusu þetta. Ætli margir haldi að þarna að í samfélaginu eitthvað sé margt fólki í neyslu? Er þetta eitthvað svona eitthvað svona, þetta bara fólk sem að ekki... Nei, við erum fólk sem að, ég held að sígardur sé það eina sem að nokkri reykja og að öðru leyti þá þetta bara frekar venjulegur hópur. Einn og einn bjór eða eitt og eitt hvítvínsglas hér og þar, skilur en það engin óregla í gangi þarna. Og hópurinn yfirleitt farin að sofa klukkan 10. Það innstimplað á Laugardalnum þegar við heyrðum í sundlaugaverðinu rekk upp úr lauginni. Þá fóru bara allir að gespa og allir farin heim. Þannig að þetta er mjög rólega. Þetta eiginlega einn rólegasta gatan í Reykjavík, maður hugsa út í það. Það endalaust verið, maður að heyra af, þetta hús var tekið og læti þar þessa nótt og við erum aldrei með neinn slík partí. Og ef við erum með eitthvað sem haldur upp á afmæli eða eitthvað slíkt, þá eru flesti farnir í minnati. Og allir farnir að sofa. Þeir eru ekki dagbókar færslum lögreglunar. Nei, það er eitthvað minna fyrir því, sko. Við erum ekki svo fræg, sko. Nei. Kannski ætlum að laga það. Þeir að gera eitthvað skandala. Er eitthvað svona sem hefur komið ykkur á óvart? Þeir eru lítið tilbaka. Er eitthvað sem hefur komið ykkur á óvart sem að þið held að væri öðruvísi varðandi búsutuna eða samfélagið eða viðhorfin? Er eitthvað svona... Já. Það kom mjög óvart hvað mikið yndislegu fólki sem var gaman að eiga sér nágranna. Þannig að ég held að það sé eiginlega bara það. Virkilega góður hópur, gott fólki á hópnum, sko. Já. Og einmitt við bara erum duglega að halda utan hvort annað. Og einmitt það er bara mikil samgangur. Það er mikil samtal. Og sérstaklega einmitt núna. Af því að við viljum standa saman. Við viljum berjast fyrir því að okkar búsetuform sé viðurkennt og við séum viðurkennt sem partur af samfélaginu. Þannig að ég borga mitt útsvar til Reykjavík borgar. Þannig að mér finnst mjög leiðilegt að fá það viðmót að ég sé ekki þess virði að þjónusta. Af því að ég vil ekki passa í eitthvað fyrirfram ákveðið mót. Mér finnst það bara engan veginn boðlegt. Nei, það er einmitt þetta eins og með lánin og slíkt. Mig langar ekkert í risastórt lán og hengja með það sem eftir höfunar. Ég fór í banka og athugaði með, ég held að veri fyrir ári síðan, þá fór ég í banka og var athugaði með semst lán upp á, lítið lán upp á að kaupa með smá landskeka. Ég og kærasta minn og það var bara, ég var athugaði með 10 milljónir upp á það að gera. Og þeir voru ekki til í það. En voru til í að lána með 56 milljónir. Já, fór að skoða hjá með launastöðu og slíkt og hvað ég geti borgað og við getum lánað þér alveg upp í þetta. Þá getur byggt hús 1-10 og fengið smiðun og allt slíkt. En þegar ég sagðist að vilja byggja eftir efnum og væri með húsnæði til að setja á staðinn.
vilja gera þetta bara í róleitunum á nokkrum árum, að þá mistu hún út úr sér þegar hún voru að horfa á skjáin. Já, nei, það hendar okkur ekki. Bankanir eru ekki í samfélagslegri þjónustu. Nei, engan veginn. Þeir eru í gróðarstarfsemi. Já. Bara númer 1, 2 og 3. Og hérna, það finnst mér bara mjög sorglegt hvernig það hefur þróast. Að þeir eru ekki lengur hérna til þess að þjónustu okkur, heldur eru hérna til þess að féflétta okkur. Og mér finnst þetta bara, já, mér finnst bara hörmulegt að horfa á það, hvernig hérna samfélag okkar hefur breyst og farið hnignandi síðustu 30 árin. En þið haldið áfram, næsta markmið að finna eitthvað svæði sem að henta betur, þeir eru að pressa það og langtíma, að það sé skilgrein sem langtíma búseta. Ég hérna sem formaður samtakana og Pascal sem varaformaður, við höfum einmitt verið svolítið einmitt að funda með þessum tengiliðum okkar og ég hérna, já, við erum að fara að funda í kvöld og ég skrifaði bréf sem að hérna þessi tengiliður hérna las yfir og ég er búin að senda það á hérna netfang sem hann benti mér á að senda það á og hérna við bara býðum og sjáum hvað kemur út af því en þess að hérna eins og ég segi, við viljum eiga samtalið því að við erum bara venjulegt fólk og hérna það er ekki grautur á milli heila eyrnana okkur sko. Við erum vel hugsandi fólk og við vitum hvað við viljum og við vitum hvernig við viljum hafa það. Við vitum alveg hvernig við sjáum fyrir okkur svona svæði byggt upp. Nei, það væri best fyrir ráðamenn að tala beint við ykkur því þið hafa reynsluna. Og endalaus milliliðir þegar ég er erfitt með að koma öll til skila og báða enda, sko. Nákvæmlega. Það er bara óhjákvæmilegt að það hérna týnist eitthvað í þýðingunni, eins og maður orðað það. Þannig að hérna, eins og ég segi, beint samtal er alltaf best og skilja mestum árangri þegar það er upp í staðið. Við heldum áfram að fylgjast með og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma hingað í þáttinn. Takk fyrir að ljá okkur. Takk fyrir að taka mót okkur. Og já, þá er þetta búið að sinni. Við þakkum Geirdísi og Pascal kærlega fyrir að koma hingað til okkar og við sjáumst næst.